búinn að minnka þetta, ég stækkaði þetta á hann sko. Ég zoomaði inn í þetta og þetta langt í burtu. Alright. Svo ákvað ég að minnka þetta aftur. Ekkert hvernig maður að gera. Ég var að spá Brynjar, ef ekki vera með í Gautsspyrnunni. Og hvaða bíl? Ég á bíl. Hvaða bíl? Chevrolet Camaro. Jú, ég til að skoða það. Ekki? Ekki, hvað er langt í hana? En ekki bara á hindaginn eða eitthvað? Það er 13. júní í dag og spyrnan er 16. 3 dagar? 16. júní. Ok. Men það er allt í lagi. Er þessi bíl ekki í fínu standið eða? Það er ekkert mikið sem þarf að gera. Hvar er hann eiginlega? Heim í bílskúr. Er hann á samfélögu dekkjum og svona? Þú veist, þarf að gera eitthvað við hann? Við þurfum kannski að taka stöðun á afturdekkjónum. Hvenær keyrðir þennan bíl síðast? Í gær. Ég er að tala um Camaroinn, sko. Já. Það er svona 3 ár síðan. 3 ár síðan? Já, 2 eða 3 ár síðan. Af hverju hefurðu ekki notað það? Það var eitthvað aðeins með mótorinn. Kom eitthvað blár og reykur úr bústinu og eitthvað. Það verður búið að gera við það? Já. Allt annað, þú veist, hann er góðu lagi öllu öðru leyti, þú veist. Já, við þurfum að dytta eitthvað aðeins á honum til þess að gera hann spyrnu á hæfan. Við þurfum að fara að æfa okkur eftir á hann, við höfum náðu honum í gang. Með lykla náðu honum klóra? Já. Really? Já, þetta er ekki klárt. Vélin er þarna, sko. Hún á að vera ofan í bílnum. Við smellum henni bara ofan í. Við smellum henni bara ofan í. Ok, voru ekki talað um 3 daga það? Já, Gutti. Lesaðu byrni í það. Smá vandamál sem að enginn held ég getur leyst nema þú. Jæja, þá er sérst komið miðvikudagur. Við erum komnir á verkstæði á Gauta Möller sem var svo yndislegur að leyfa okkur að koma inn til sín og gera við Camaroinn. Það sem að það var ekki alveg bara að setja í gang, keyra. Þá erum við búin að setja kúplingun aftan á vélina. Við erum búin að setja ný kert í vélina, flækjurnar á hana og nýja kertaþræði. Strákarnir eru núna að setja alternatórinn á hann og því næst setjum við gírkassan aftan á. Svo setjum við bílinn upp á lyftuna, hífum hann alveg í efstu stöðu og tökum úr honum hjólastælið á framann, setjum vélina á kassan í hjólastælið og slökum síðan bílnum ofan á hjólastælið. Ég sagði þetta væri bara svona smá dytt. Axel ætlar að gera þetta. Herra, ekki setja hann í gír? Já, þetta er búinn, ok. Tiltu bara í þetta! Tiltu í þetta! Þetta var fínt. No! Já, þá erum við á Koboltverkstæði að græja Camaroinn. Við erum búin að setja kúplingun í hann, á mótorinn. Við erum búin að setja gírkassan á. Og við erum búin að setja nýja kertaþræði, nýju kerti, flækjurnar, alternatórinn. Og næsta mál á dagskrá er að slaka bílinn niður, taka úr honum hjólastælið, hífa bílinn upp, setja vélina og kassan á hjólastælið og slaka svo bílnum von á hjólastælið með vélina og drastlinu. Annars er þetta eiginlega bara alveg klárt. Já, fyrir utan það, hafa þetta klárt. Já.
Kannski ekki í flauta? Kannski Binni halda kjafti núna. Nú erum við komin á þann stað að Ívar að taka hjólabittan og það dót allt saman losað úr bílnum svo við getum lyft honum eða boddíinu ofan að því til þess að geta sett vélina og kassan í hjólastælinn. En það sem við höfum eftir að gera nokkur atriði, við höfum skrá okkur í keppnina. Þá eigum við eftir að fara á viðauka á bílinn. Við höfum til 4 í dag til að skrá okkur. Höfum við þetta, 4 í dag. Ég ótrúlega fyndið að við höfum eftir að bíða með þetta til kortir í 4 að gera þetta. Þá er ægilegt panikk. Þá var það mun eftir að sækja viðauka. Þá er tryggingafélagið að loka. Við erum að fá okkur olíu frá Motul, hringi Adda á geymstofunni og græða lím með það. Og tjekka olíun á kassanum. Setja rafkjöruvélina, AC-dæluna, powersteering-dæluna, höfuðdæluna í bílinn, græða bremsurnar en það má mæta afgangi og setja startarinn í hann, loftsíðuna, við þurfum að dekkin aftan, þau eru ónýtt og svo þurfum við skoðun. Aftur. Ókei, þá er staðan þannig að mótorinn bara dett í. Ívar búinn að vera að vinna í þessu hörðum höndum. Næstum því ekki gert neitt annað en að tefja hann hjá Axel. Þannig að þetta gengur bara vel. Við fórum niður í Motul áðan og fengum olíur hjá Birki. Fórum og borðum á greifunum, það var yndislegt. Og núna er komið að því að tjekka því hvað er eftir og hvað er búið. Hvað er þessi, Sili? Hvað er eftir? Við erum alltaf búinir að skrá okkur í spýtuna. Búinir í? Við erum búinir að fá viðauka. Við erum búinir í olíu og síu og Motul. Við erum búin að frostluði Motul. Við erum eftir að fá límmiða. Eftir að heyra í Adda ekki í stofunni. Við erum að sinna olíu á kassanum. Búin að því. Ok, þetta er allt saman eftir hérna. Höfuðdæla. Alright. Svo er Ívar á restina, hann er ekki bara að hringja okkur kaffi. Ég held það. Nei, tók. Ja, þá er þetta bregðast á. Það er basically allt búið. Við vorum endað þetta bremsuökvan og frostlögin og mótorhjólin og bla 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 diggi. Það er nú eitthvað eftir samt, skiptum dekk og eitthvað svona. En við ætlum að byrja að præma mótorinn. Þá tökum við relið fyrir beinstælinn úr, störtum í smástund, hættum svo, setjum relið í og setjum í gang. Og hann dettur í gang því þetta er Chevrolet. Já, við ákváðum að nota tækifærið og lofttæma bremsurnar. Það er víst gáfulegra að gera það. Því að þetta tæki, það þarf ekkert bremsu mínu vegna, en Axel vill hafa þær. Yes. Gengur engan hægang. Þetta er komið í gang, þannig að við erum bara á beinu brautinni. Olíuþrýstismælirinn er bilaður, þannig að við veitum ekki alveg hvað við erum að gera í því. Við tökum ekki... Á botnpönnunni er svona lok sem er tengt í stærri bílunum olíukælir. Það er spurning að taka það af og setja þar þrýstingsmæli inn á það. Sjá hvort það sé ekki alveg örugglega þrýstingur. Við vitum alveg að það er þrýstingur, en það er bara svona heppilegra, vita það. Þannig að þannig er staðan. Já, Brynjar, hvernig finnst þér þetta? Þetta er yndislegt. Já, við getum líka alveg tekið á staðið þriðja. Já, það er hægt. Það er eitthvað volgur ásinn í honum. Örlítið. Þá er komin dagur fyrir spyrnu. Það er 50 dagur í dag. Spyrna á morgun.
Og við erum að athuga loftþrýsting í dekkjum og svona prófa bílina, sko, þetta sé ekki í lagi með hann. Og hann virðist vera það. En við sjáum bara til hvað gerist. Aldrei utan að maður vera eitthvað. What? Hvernig fer maður inn í þetta heila? Svona. Shit. Næsta mál á dagskrá. Voru það? Hvað segirðu? Það er bara fínt. Það verðist bara að vera ennþá allavega Istanbul. Sjáum hvað gerist. Losuðum allt, svo slakkaði niður og frá klukktíma þetta uppi og frostlegur olía á búið. Erum við ekki bara að fara að spinna á þessum dekkjum sem var á? Veit það, já. Þetta var tippara sem vara ef allt fyrir fólk. Já. Erum við eitthvað að grínast með sykurþörfin í dag? Allt klárt í vape-shoppen. Það er hann. Herri, við ætlum að merka bílinn segði? Já. Já, þetta er klárt. Það eru línuðarnir og dundurum á þetta. Já, Helmar, þú ert mættur 1 árið og hvernig gengur? Heyrðu, þetta er nú bara rétt að byrja hjá okkur. Já. Þetta lítur vel út. Bíllinn í svipuðum skorðum og síðast? Já, man ekki því ég talaði við síðast. Það minnir mig að skiptingi hafi farið hjá okkur, en jú, við erum góðið núna. Já, veitti það reyndar. Já. Hvort það var ekki leið með það. Já. Herri, ég var að spá í, getur þú kennt mér snöggvast að spynna? Þér. Ég veit nú að það gæti nú að það er eftir að kenna þér að spilna, en það er ágætt að byrja á loftmælinum, sko. Okay. Þú verður alltaf að athuga loftþrýstinginn í dekkjunum hjá þér. Okay. Það segir sig sjálft. Hafa jafnt í þeim og finna rétta þrýsting hverju dekkið svo með. Nú, svo er það náttúrulega að horfa á helvits ljósinn, má blóta, nei, horfa á ljósinn og vera fljótar á stað. Það er eiginlega bara allt sem að máli snýst um. Hefur það mikil áhrif í þegar komið lengur út í brautina, semst? Hérna á svona stutturbraut, þá skiptir það bara öllu máli. Ef þú ert að snýta þér eða eitthvað á ljósunum, þá bara ertu skilin eftir. Þú verður bara að vera tilbúinn og sá sem fer á stað, hann bara vinnur þegar það er svona stuttbraut. Það er bara svoleiðis. Kvartmílu getur leyft þér að gera smá mistök og ná þess ef þú ert með kraftmeiri bíl en ekki svona stutturbraut, þá er þetta bara, já. Ef hann byrjar að spóla fljótlega til startið, hvað gerir maður þá? Bara biðja til Guðs. Nei, ég reyni að slá aðeins af og gefa aftur. Það er svona, ég held að það sé aðeins skárra, en þetta er svo rosalega erfitt að segja, sko. Hvernig eru brautaskilyrði í dag? Ertu ánægður með aðstæður? Já, mjög veðrið frábært og trakki lítið, enda er þetta götuspyrna. Það er þannig sem það á að vera
og jú, þetta bara æðislegt. Já, Garðar, hvernig er að tapa fyrir mér? Það er bara fínt. Þú verður að býja eftir að steitsa mig inn. Ansakið ekki. Það eru búin að keyra 2 ferðir og þetta gengur bara ágætlega. Ég er búin að vinna Garðar Garðarsson, það er mín helsti draumur, þannig við getum bara að fara heim. Bless. Nei, ok, byrjum aftur. Það eru búin að prófa þetta, búin að keyra 2 ferðir og ég fór 8.5 og 8.6 eða 8.6 og 8.5, ég man ekki hvoru röða var. Og þetta gengur bara ágætlega, strákarnir voru brjálaðir yfir hvað ég hitaði dekki mikið í fyrirferðinni. En við höldum bara áfram að pröfa, þetta gengur ágætlega. Nú rennum við tíman og sjáum hvað maður betur fara. Þá erum við búin að taka 2 tímatökuferðir. Tímatökur eru búnar og það er byrjað að mígregna. Það er ekki spint í rigningu á Íslandi. Því miður. Þannig að þetta er basically búið í dag. Og ég var að tala á Jóa keppnisstjóra. Hann ætlar að fresta þessu fram á sunnudag. Og tímatökurnar gilda á sunnudeginum. Þannig að við getum byrjað að keyra strax flokkana bara í hádeginu. Já, vonandi í þurru. Já, vonandi í þurru. Þannig að við höldum áfram með spjötnuna þá. En hvað ætlum við að gera núna, Axel? Preppa bílinn. Preppa bílinn. Gá hvort við getum ekki reddað okkur nýjum dekkjum til þess að spyrna á og svona. Já, það er þetta töff. Fáið smá buffer á það. Og við erum að fara bílinn á sýninguna. Í millitíðinni. Í millitíðinni. Hvað ætlum við að gera á sýningunni? Verðum við ekki að græja eitthvað sjó. Sniðugt. Það verður blautballakeppni á Axel. Myndataka með Brynjari. Og Geitinni. Og Geitinni. Get around.
Jæja, þá erum við félagarnir komnir hérna á bílaklúbbsvæðið þar sem átti að reyna að halda áfram með gullspyrnuna sem var frestað í gær og það er ennþá rigning. Það er ekki hægt að spyrna í rigningu og keppninni hefur aflýst. Já. En þannig fórum sjóferð þá. En það verður ekki alltaf allt eins og helst verður á kosið. En við ljúkum þessu mótorhjólsþætti með svipmyndu frá Börnóttinu sem var haldið seinna þetta kvöld, þegar stytt hafði upp.